Já, góða kvöldið, velkomin að Rauðaborðinu á mánudegi. Við höldum áfram að ræða kórónufaraldurinn og kórónukreppuna og upplausn samfélagsins út af þessa áhugaverðu tíma sem við lifum og sem að þekkt að kynver ósk. Já, góða kvöldið, velkomin að Rauðaborðinu á mánudegi. Við höldum áfram að ræða kórónufaraldurinn og kórónukreppuna og upplausn samfélagsins út af þessa áhugaverðu tíma sem við lifum og sem að þekkt að kynver óska engu fólki að lifa, en við lifum það, við lifum áhugaverða tíma og spennandi tíma og flókna tíma og þess vegna sitjum við hérna öll við kvöld og reynum að átta okkur á þessum tímum sem við lifum og í kvöld höfum við fengið til okkar ungt fólk. Það Jóhanna Steina Matthíasdóttir, hún nýstúdent og formaður sambands íslenskra háskólanema, Kristbjörg Eva Andersen Ramos sem háskólanemi, að félagsráðgjöf, Lóa Björk Björnsdóttir uppistandari sem hefur verið hérna hjá okkur áður, Logi Petró Stefánsson, tónlistarmaður og Benjamin Júlían, starfsmaður Eflingar stéttarfélags. Verið velkomin öll. Það hérna þetta svo skrýtnir tímar að þegar við byrjuðum setjast þetta niður við Rauðaborðið og þá vorum við að lifa kórónufaraldur sem var svona miðaldarleg farsótt sem að enginn núlifandi hafði áttað sig á að það væri verið að setja heilu löndin í sóttkví og útgöngubann og eitthvað fleira. Síðan kom í ljós að þessu fylgdi heiftarleg kreppa sem að menn hefði ekki séð áður. Einhverju nefndu að þetta væri dýpsta kreppa í 300 ár, ég held að það væri Englandsbanki sem að talaði það. Það undirbókur undir að hvað veri framundan, að þetta veri eitthvað sem að ekkert okkar myndi og ekki foreldrar okkar og ekki neinn af ættmennum okkar sem að við myndum eftir. Og síðan gerist það að sem afleiðing af þessu tvennu að þá verður atburður í Bandaríkjunum að George Floyd myrtur þar á lögreglunni og Bandaríkin bara loga af átökum, af ósætti stórsluta þjóðarinnar sem að sætti sig einfaldlega ekki lengur að lifa við það óréttlæti sem að það hefur ríkt. Þetta í síðustu viku voru haldin hér mótmæli og mér langar að byrja á því að byrja á þessum endanum, að svona upplausn Bandaríkjanna og mótmælum gegn rasisma. Það hefur komið hingað til Íslands og fá að spyrja þig kannski, Logi Petró, hvað þessi upplausn sem í Bandaríkjunum heldur að hún komi hingað, hafi einhver svona svipar afleiðingar hér eða hvernig, hvort þú getur séð það, hvernig íslenska útgáfan af þessari uppreisn kunni að verða? Já, ég held það sem er kannski mikilvægast í þessum mótmælum Bandaríkjunum og það sem er kannski mest áhrif á stöðuna á Íslandi að Bandaríkin eru og hafa verið ákveðin svona leiðavísir fyrir vestræna menningu í heiminum og það sem að gerist í Bandaríkjunum, réttindabarátta svartra í Bandaríkjunum í raun á við öll vestræn ríki að einhverju leyti. Þannig að ég held að þessi upprisa og þessi reiði í Bandaríkjunum skiptir mjög miklu máli á Íslandi en að einhverju leyti held ég líka að þetta svona að þessi vestrænu ríki sem eiga ekki þessa sögu sem Bandaríkin eiga en verða fyrir áhrifum frá Bandaríkjunum, ég held að þau séu kannski átta sig fyrsta núna hversu kerfislægt vandamál þetta í Bandaríkjunum og hvaða það svona virkilega að fara að kýla á þessi kýlir. Ég held að þetta sé svona helsta sem þetta hafa að segja á Íslandi Já, við áttum okkur á því hver staðan í Bandaríkjunum en áttum við okkur á því hver staðan á Íslandi eigum við, ég veit að við eigum ekki sambærilega sögu og sambærilegan vanda, það ekki sambærilegt, en það einhver hliðstæða í því sem að við þurfum kannski að gera upp gagnvart? Já, algjörlega. Það er alls konar mál sem að við og Íslandi þurfum að gera upp og ég held að það snúi ekki bara að svörtum einstaklingum lit, einstaklingum heldur bara útlendingum almennt á Íslandi. Kannski svona skýrasta dæmi sem maður getur bent á, bara svona algjört misræmi hvernig komið fram við Íslendinga og útlendinga
af Íslenska ríkinu til dæmis þegar að flóttamenn voru mótmæla á Austurvelli í fyrra og lögreglan réðst á það með offorsi og svona skringilega offorsi að kom fólki á óvart af hverju lögreglan væri að taka þátt í einhverjum handalögmálum með einhver tjöld á Austurvelli. Þetta var bara svona absúrt og ég held að flestir Íslendingar ættu nú kannski svona að endurskoða til dæmis það atvik með augum dagsins í dag, sko. Það eru alls konar. Svo náttúrulega getum við auðvitað farið í það að ræða meðferð Íslendinga á hælisleitendum og flóttamönnum og sögu Útlendingastofnunar. Það eru alls konar mál sem við þurfum að gera upp. En við þurfum líka bara átt okkur að því hvaða svona mannfræðilega í okkur, hvað í eðlum okkar, af hverju við erum að ráðast á útlendingum, af hverju við horfum á útlendingum öðrum augum heldur en við horfum á Íslendinga. Og jafnvel að þetta ekki, þetta getur mikið af þessu eru þetta útlendstengt, en svo má ekki gleyma því að það stór hópur á Íslandi, risastór hópur af fólki frá Austur-Evrópu sem að þorir varla að taka þátt í opinberu umræðu út af hvernig tala þau daglega, hvernig venjulegir Íslendingar leyfa sér að tala um til dæmis Pólverja. Kristbjörg Eva, fjölskylda þín frá Ekvador og stór hluti hennar býr ennþá í Ekvador. Má ég spyrja aðeins ástandið þar? Hvernig kóróna faraldurinn hefur leikið það samfélag og hvort það séu svona sambærileg ólga sem þar og má merkja í Bandaríkjunum? Já, ég myndi segja að ástandið þar verulega erfitt. Það bara mikil reiði meðal fólksins þar sem mjög skiljanlegt vegna þess að ríkisstjórnin í Ekvador hefur bara búið að svíkja fólkið þarna alveg gjörsamlega. Núna forseti Ekvadors Lenín Moreno og hann hefur alveg bara gjörsamlega bara eyðilagt þetta samfélag fyrir marga Ekvadora og það eru bara allir rosalega miður sín og vilja berja sig mitt fyrir bara réttlæti, en það svo erfitt út af kórónuveirunni, en það svo stór bylting þarna akkurat núna vegna ríkisstjórnar og hvernig hún hefur bara svikið fólkið sitt eigið fólk. Og fólk vill fara á göturnar og mótmæla og öskra, en það bara rosalega erfitt þegar kórónuveirun búin að fara bara milli manna verulega hratt og heilbrigðiskerfið ekki svo besta því miður og það það sem gerir það mikið erfiðara. Og já, maður bara þakklátur fyrir að fjölskyldan sín sé heilbrigð þarna úti og bara maður vonar að besta fyrir fólki. En kannastu við það sem og ég var að segja að kannski þetta væri tilefni til þess að einhverjir af þessum straumum sem eru í Bandaríkjunum kæmu hingað og Íslendingar næðu kannski aðeins að endurskoða svona hver aðal og hver auka í íslensku samfélagi? Já, algjörlega. Mér finnst alveg vera orðið tímabært að fólki hér bara rísi upp og tali bara móti með þessum rasisma sem hefur ríkt hérna á Íslandi í alveg verulega langan tíma, en hann hefur bara verið mjög falinn og það bara augljóst að það mjög lítill hópur sem eru kannski dökkir eða frá annarri menningu og okkar rödd hefur verið þögguð niður mjög oft og það hefur rosalega verið erfitt fyrir jaðarsetta hópa að láta rödd sína heyra þegar eina sem við fáum að heyra frá Íslendingum að það ekki rasismi á Íslandi, það gott að búa í Íslandi, við erum svo frábær þjóð, en það alveg sannleikur í þessu, en málið samt að sannleikurinn sá að það rasismi á Íslandi og það eru fordómar og já. Og ég bara rosalega glöð að sjá hversu margir eru byrjaðir að rísa upp og já. Jóhanna, hvað þú veist ekki yngst hvað þú að stíga út í besta samfélag, allra samfélagi, eða að stíga inn í svona ansi, ekki eins og lúmst rasist, þetta bara rasist samfélag? Ég ætla að fá að byrja á því að lýrta því að því þú kynnti mig sem forseta sambands íslenskra háskólanema, en ég forseti framhaldsskólanema. Ég náttúrulega svona, þori ekki að tjá mig að vissu marki að því að ég
lifa náttúrulega bara mjög mikil forréttindi og það alls konar hlutir sem ég mun aldrei þurfa að upplifa sem ég þá bara get ekki reynt að lýsa. En ef ég horfi til dæmis á þetta frá sjónarhorni nemenda þá vissulega mjög mikill mismunur milli nemenda af erlendum uppruna og nemenda af íslenskum uppruna og oft við komu flóttafólks til landsins þau hópuð öll saman og það skiptir ekki máli hvaða menntun þú ert með, þú ert sett í sama hóp og aðrir flóttamenn og það kemur þá líka niður á skoðunum fólks og menningarmun en já, það vissulega hlutir sem þurfa að breytast helst bara strax og ég vona að þetta sé allavega upphafið að einhverju nýju af því að það væri mjög gott að fá að fylgjast með því þegar sé stað. Áttu þá við að öllum útlendingum sem eru ekki við þeir svona settu bara í eina skúffu að þessu einn hópur. Það á það til að fram hjá margbreytileika þeirra. Já, það á það til að gerast að líta fram hjá menntun eða þú ert að horfa á einhvern sem með bara háskólamenntaður og einhvern sem kann alltaf lesa, þá já, þið oft sett saman í hóp, sett saman á braut. Þau eru ekki íslensk. Já. Þau eru ekki íslensk. Nákvæmlega. Benjamin, þið í Eflingu, þar helmingurinn af félögunum eru innflytjendur. Þessi hópur að glíma við rasisma, kynþáttaandúð, fátæktarafordóma? Hvernig staða þess hóps öðruvísi en hins helmingsins? Félagarnir í Eflingu eru einmitt meir en helmingurinn af þeim erlendis frá og það sem við tökum eftir að fólkið þar mjög mikið þau eru með mjög sterk innri samfélög en þau blandast ekki mjög mikið við ytra samfélagi, við stærra íslenska samfélagi. Það eru mjög sterk innri tengslanett inn í þessum hópum og mjög mikið samhjálp þar en það náttúrulega ekki að sama að vera partur af stóra pólitíska samfélaginu. Þannig að ég held að það sé líka ein af ástæðunum, það annars vegar og hitt sem maður búið að minnast á að þau séu ekki sjáanlega ólík Íslendingum ef þau ögra ekki, ef þau láta ekki fara fyrir sér. Og ég veit ekki hvort það sé ástæðan fyrir því að þetta samfélag heldur sér dálítið til hlés. En það virðist vera svona mynstrið þar að þau vinni vel og séu virkust í atvinnulífinu en minna svona í stærra samhengi. Lítið fyrir sér fara svona? Já. Og það þá út af ótta við hvað það? Ég held þetta tengist í eða eru fólkinu bara einfaldlega ekki boðið með? Þau koma hingað sem verkafólk og þegar talað til dæmis Pólverja á Íslandi þá bara verið að tala fólk sem vinnur í byggingavinnu og hótelum. Það merkingin í því að vera pólskur Íslendingur. Og ég held að það gefur fólk kemur oft kannski hingað og það gerist fyrir hrun að fólk kom með þá hugmynd að það ætla að vinna og kannski síðan flytja burt aftur en mjög margir festu rætur hér og héldu áfram að búa hér. En upphaflega mynstrið að vera hér sem starfsmaður, að vera hér sem verkamaður hélt áfram og þess vegna það ennþá tilfelli. Aftur á móti veit ég ekki hvort að það sé það eða feimni eða bara svona vanti opna arma á Íslandi. Það var allavega þegar að pólska samfélagi óx sem mest á Íslandi. Það var mjög mikil tortryggning gagnvart því að fólk gæti ekki talað íslensku þegar það kæmi hingað. Þetta hefur lagast að einhverju leyti með því að Ísland var túristahagkerfi og túristaeyja. Fólk hefur orðið miklu þolinmóðara fyrir því að aðrir í kringum þau geti fyrst og fremst hjá sig á ensku. Og ég held að það sé kannski til bóta einhverju leyti, en samfélagið sem hérna, pólska samfélagið til dæmis og litáíska samfélagið og svo framvegis, þau samfélög, þau ólust upp að einhverju leyti við það að vera svona í landi þar sem þú þurftir eiginlega að tala íslensku til að geta verið með. Nóa, hvað þeirra svona verið að fjalla Íslendinga í svona ráðafólki og í fjölmiðlum og það sagt við stóðum okkur vel, við sigruðum kóróna og
hvaða við allir þetta sé, þegar fólk að tala? Heldur að sjáu fyrir sér svona hóp af hvítu fólki ættað utan á landi, eða heldur að fólk sjáu fyrir sér svona, heldur að það sé eitthvað skekkja í því svona hugmyndum þar sem við verðum að tala þessa við og hvernig við raunverulega erum? Já, 100%. Er ekki kveikt á mæknum mínum? Jú. Það þannig sko, og að vera Íslendingur að vera hvítur, það að vera ættir að reykja á Vestfirði eða í Dalasýslu eða eitthvað. En það sem ég er búin að vera að hugsa undanfarna viku að umræðan um rasisma og kynþáttafordóma, hún komin svolítið langt í Bandaríkjunum. Það er fólk að tala saman, þú veist, sem búin að vera að pæla í, þú veist, kolóníalisma, búið að vera að pæla í þrælahaldi og í samtímanum og einhvern veginn orðaforðinn og skilningurinn, hann komin langt á sama tíma og hann mætir ótrúlegum fordómum og einhverjum KKK-meðlimum, skilurðu. En hérna á Íslandi þá erum við svona smátt og smátt að átta okkur á því að við erum rasistar og við erum ekki öll hvít, en við höldum að við séum öll hvít og við erum ekki að ná að tengja þessa hópan eitt saman. Og þú veist, þannig að ég fara að hugsa skilurðu, hlutverk mitt í einhverju samhengi á Íslandi sem listamaður eða uppstandari eða í fjölmiðlum, það að þú veist, mér finnst eins og krafan sem komin í svona marga, eitthvað svona upplýstri hópa í Bandaríkjunum eitthvað svona krafa fjölbreytileika, að sjá fólk með ólíkan bakgrunn sem lítur ekki allt eins út, og við höfum bara aldrei tekið þetta alvarlega hérna á Íslandi, við höfum aldrei hugsað ábyrgð okkar að setja alltaf á svið bara hvítt fólk, að taka viðtöl bara við hvítt fólk, að geta ekki stundum tekið viðtöl á ensku, þú veist, það er svo mikið vesen, og svona þetta er eitthvað svona sem að, þú veist, ég held að hljóta fara að breytast núna, að það er ekki bara eitthvað svona vandamál í Bandaríkjunum að þú veist, setja inn svarta leikara í leikarahópinn, skilurðu, því að þetta er at the end of the day menningin okkar, þarna speglum við okkur sjálf, þarna sjáum við hver við erum, og við sjáum bara fólk sem lítur út eins og ég og þú, þá höldum við að það séu bara við, og það býr til samhengi okkar. Þannig að, þú veist, ég vona að þetta sé að fara að breytast og allir ungir leikstjórar, allir ungir handritshöfundar, þú veist, fara að hugsa, og líka ef maður bara taka þetta aðeins lengra, þú veist, sem er bara hverju við umgöngumst, hverju eru vinir okkar. Þú veist, við erum aldrei að fara að verða meira tolerant heldur en vinahópurinn okkar, og við höngum ekki með neinum sem er á erlendu bergi brotin. Þú veist, það lítur að tengjast borgarskipulagi, það lítur að samt líka að tengjast okkar, þú veist, eigin ákvarðanatöku, bara hverjum við ætlum að hanga með í menntaskóla. Og já, ég er bara búin að velta þessu fyrir mér, sko, bara okkar ábyrgð sem er, sko, í samhenginu sköpum út á við og líka bara vinahópnum okkar, sko. Þú veit að lýsa einhverju svona algjörði tótal blindu bara á kynþáttafordóma og fólk sem lifir hér og bara blind á eigin fordóma og jafnvel getur ekki horfst í augu við það, heldur það alveg upp í sko rasísku samfélagi sem hafnar því að þetta fyrirbrigði sé bara til og heldur jafnvel að það sé laust við kynþáttafordóma. Það er eins og það væri hægt að alast upp í rasísku samfélagi á þess að vera rasískur. Þetta er það sem er í gangi á Íslandi. Það er að við erum öll hvít, þannig að við höfum aldrei þurft að questiona hugsunarháttin okkar. Þetta er bara undir einhverju svona þunnu íslægi, skilurðu. Við erum ekki búin að, við þekkjum ekki nógu marga sem að líta öðruvísi út heldur en við. Það voru kannski allir með, ég veit ekki, ég held að kannski var Austurbæjarskóli, hann var aðeins fjölbreyttari, þar voru erlendu nemendurnir settir, en svo í Grafarvogi, ég er á Grafarvoginum, við bara höfum ekki þurft að horfast í augu við þetta, þá komumst við alltaf upp með að segja að við séum ekki rasistar. Út af því að, við erum svo eitthvað réttsýn og dugleg og í rauninni best í öll á Íslandi, að við hljótum líka að vera best í því að vera með minnstan rasisma. Eða eitthvað, ég veit ekki hvað það er. Má ég hoppa þess að inn, Lóa, í því sem þú ert að segja? Mér finnst líka svo, ég sammála öllu þú segir, og sko, eitt sem að mér finnst líka að Íslendingar verða að fara að gera núna, það er að skoða síðustu 100 ár á Íslandi og hvernig
rasismin er í rauninni svona lúmst kerfisvandamál á Íslandi og við náttúrulega það vita allir hvernig þetta var með bandaríska herinn í Íslandi og að við Íslandingar erum að setja bandaríska herinn í mikla klípu alveg fram á 9. áratuginn með þeirri kröfum að þessu ekki litaðir hermenn á Íslandi. Þetta bara svona dæmi sem við verðum að taka og sömuleiðis bara ástandið. Ástandið náttúrulega, var kannski fyrst og fremst árás á konur og drusluskömmun, en það líka þessi hræðsla við að verði til útlensk börn á Íslandi og við getum ekki farið inn í næstu áratugi án þess að virkilega setjast niður og ræða þetta og sömuleiðis að reyna að ákveða hvernig við ætlum að taka á móti þessum nýju kynslóðum af erlendum uppruna. Hvað segir þú, Kristbjörg, Eva? Fyrstu Íslendingar að bara fara og horfa á sögu sína, horfast í augu við þetta, afsökunar hér og þar og bara fara að vinna. Náttúrulega saga okkar Íslendinga byggist náttúrulega víkingar hér og þar, hvítt fólk. Það er ekki mikið af menningu þannig séð í íslenskri sögu, svona fjölbreyttri menningu og þess vegna held ég að það sé ótrúlega mikil breyting þegar þetta er farið að verða svona áberandi hversu mikil fjölbreytnin getur orðið hérna á Íslandi og hún er alltaf að verða meiri og meiri og mér finnst líka svo mikilvægt að sé horfst í augu við hvernig þessi umræða hefur verið varðandi fólk af erlendum uppruna. Við erum bara þessi hópur sem þarf að ræða og svona og við þurfum líka bara að taka ábyrgð á hvernig við tölum annað fólk eins og með Pólverjana, þau séu bara hópurinn sem vinnur á hótelum og eru verkamenn og eitthvað svona. Þetta er líka bara ábyrgð Íslendinga að hvernig þau ætla að taka á móti fólkinu og hvernig þau ætla að tala fólkið. Af því þetta mun svo bara berast allt og við þurfum bara líka að standa upp fyrir þeim fólki sem er að lítillækka aðra hópa og við þurfum að vera gagnrýnin og við þurfum virkilega bara að segja hvað er rétt og hvað er rangt í þessu samfélagi akkurat núna. Fólk komist upp með mikið í íslensku samfélagi svona af því að, þau hafa gert það. Af því að bara samfélagið kann ekki að bregðast við, getur að vera það, að við séum bara, að því að fólk þarf að æfa sig í lífinu, það er svolítið sem að þeir að tala hérna, að því að þessi blinda og höfnun á þessi til, það náttúrulega leiðir til þess að fólk bara kann ekki að hugsa þetta eða bregðast við. Ég held að hlutverkið sem hún Lóa var að lýsa, hlutverk menningarsköpunarinnar er mjög stórt í þessu af því að það er ekki eins og það sé ekki saga af útlendingum á Íslandi, raunveruleg saga, það gerðist, það er efnisleg staðreynd að það hafa átt sér samskipti, menningarleg samskipti og það hefur verið innflutningar af fólki á Íslandi og þau hafa gert alls konar skemmtilega hluti. Ég flutti erlendis frá, þetta hefur bara aldrei verið svona kannski sjálfstæð saga út af fyrir sig, allir flottu hlutinir sem að fólk sem flutti hingað eftir árið 930 gerði. Og það er kannski einhverju leyti þá sú saga sem þarf þá að segja á einhverjum svona jákvæðum nótum, frekar heldur en að hjakkast alltaf á landnámsmönnunum og börnunum þeirra. En svo þegar oft er að vera að tala þetta, þá kemur einhvern veginn, unga fólki, það er allt miklu betra og það er miklu svona réttsýnna og eins og að rasismi sé eitthvað svona gamlir ósiðir sem að muni deyja út með eldri kynslóð. Þetta sé, og það er náttúrulega í sjálfum sér höfnun að þetta sé svona kerfislegt. Því að ef þetta er kerfislegt þá náttúrulega alast upp nýjar kynslóður inn í fordómanunum og útilokuninni, þögguninni og höfnuninni. Haldið að þið, unga kynslóðin, muni laga þetta, bara bíða eftir því að ég og gamla kynslóðin bara deyjum út? Já, má ég segja? Má ég svara þessu? Allir, það með opið. Já, ég velti fyrir mér hvað gerist þegar ungt fólk kemst til valda
þú veist, þarna getum við komið unga fólkinu inn í kerfið og breytinga vera til þá bara sjálfu sér og því að þannig ung manneskja komin inn í spilið. En þú veist, þarna, það ekki nóg að setja eina unga manneskju í dómsmálaráðuneyti og þá hverfur rasismi. Skilur, það bara augljóst. Það bara komin einhver nýr landamæra eftirlitisbíll sem bara svona með svona frekar sterka nasista vibes og bara eitthvað svona fréttaljósmynd af bara næst yngsta ráðherra sögunar inn í þeim bíl og mikið af svona ungu fólki í kringum mig ótrúlega ósátt og finnst þetta ekki vera ráðherra ungu kynslóðarinnar. En þú veist, ég ætla ekki eitthvað að fara að tala Áslaugu Örnu því að þessi spurning ekki Áslaugu Örnu en þannig ég held að þurfa ótrúlega mikið til þess að breyta kerfinu. En ungt fólk þú veist, eitthvað, já, rétt síðan en gamalt fólk. Þú veist, ég veit það ekki út af því að, þú veist, við erum alltaf bara að apa upp einhverja menningu sem að gamla fólki í samfélaginu er að skapa og eitthvað höfum við öll samhengið til þess að átta okkur á því hvað hún fordómafull og toxic menning, skilur við. Já, bara mín pæling, sko. Já, sko á þessum nótum þá var ég einmitt, sko, það sem ég ætlaði að segja var að það sem ég hef áhyggjur af að ef það verður ekki samfélagsleg umræða þessi mál sem er að gerast núna og vandamálin sem eru svona falin inn í kerfinu og bara svona íslensku samfélagi, ef það ekki einhver umræða þetta, þá erum við að fara að lenda í að komandi kynslóðir að fara að lenda í meiri árekstrum af því að það eru fleiri útlendingar. Það eru fleiri börn, það eru miklu fleiri börn sem eru að alast upp á Íslandi af erlendu uppruna en hefur nokkuð með að verið áður og það sem ég hef ágjör af ef það ekki bara, við tökum ekki bara fast á þessu strax og reynum að gera einhver svona vitund margbreytileika segi Íslandinga að þá getum við fara að lenda í vandamálum. Því svona helstu vandamálin sem ég upplifi sem Íslandingur á erlendum uppruna að það svona rasismi sem fólk áttar sig ekki á því að það gengur yfir línuna. Það svona segir eitthvað og áttar sig ekki á því bara hérna ertu komin bara langt yfir línuna. Og ég hef svona ágjörð því að það fari að margfaldast að fólk sé að lendi því að gera eitthvað, segja eitthvað sem bara hræðilegt að segja af því að það hefur ekki umræða átt sér stað hvernig við ætlum að mæta nýja Íslandi. Við höfum komist upp með það, við getum sagt það svo, við höfum komist upp með það. Já, og komist upp með það í kjölfarið og þá verður þetta hugtak sem ég sá fyrir sko bara nokkrum mánuðum fyrst, þetta áreiti, þú ert stöðugt myndur á það að þú lítur öðruvísi út. Þú ert ekki íslenskur, mínum með það. Og veist, þetta er svo sterkt hugtak að þetta var eitthvað sem ég hafði upplifað bara allir minna ævi. Ég sá þetta hugtak fyrst fyrir nokkrum mánuðum og bara henni búið að bara kjarna eitthvað sem ég hef upplifað bara 1000 sinnum, óendanlega oft. En á sama tíma, ég lendi alveg í því að ég kannski spila körfubolta á Miklutunni og ég að spila kannski með 3 spænsku strákum og svo koma 2 strákar ættaðir frá Asíu og ég gerir ráð fyrir að þeir tala ekki íslensku. En maður bara konfrontar, maður hefur fyrirgeðu auðvitað maður, ég bara mín mistök. Við verðum að vera meðvituð það að við sem að fara að lenda í svona aðstæðum og hvernig við ætlum að takast á þér og við verðum að eða svo umræðu það að Ísland margbreytilegt. Það fjölbreytileiki í Íslandi. Við verðum að æfa okkur að losna út úr fordómunum. Við verðum það verður að vera rými fyrir umræðu og allt það, en við verðum að vera við verðum að hlusta og vera tilbúin að gera mistök líka og skammast okkar við þetta. Þetta alveg raunverulegt. Ég valdi lengi í Afríku fyrir nokkrum árum og maður fann það alveg að það tók mann mánuði og mánuði að bara með því að vera að hugsa vinnulaust þetta, að vera að losna við óttan bara við svartamann sem að maður alinn upp í
og við vorum hann eiginlega eina hvíta fólkið í borginni eiginlega og það var, maður hugsaði þetta allan daginn og hugsaði bara, vá, hvað þetta sko djúpt og samtvinnað bara allri minni sko menningar upplifun, óttinn við svartamannin. Þetta en ég var að spyrja á hann kynslóðunar, það sem ég var að velta fyrir mig að vera að spyrja þetta, og maður langar að spyrja þig Jóhanna. Þetta ekki að sumir þetta leti eldri kynslóðina sem segir, já, við erum allt í steik hérna í umhverfismálum og en unga kynslóðin sér það. Við erum allt í steik hérna í rasisma og leiðindum, já, unga kynslóðin, hún rettar þessu. Og við erum allt í steik í hinn og þessu og þið alltaf að retta þessu. Þetta ekki eitthvað svona undarlega, billega sloppið hjá gamla liðinu? Sko, ég meina, jú, leti, og ég var alveg hægt að segja það, en ég held líka að yngri kynslóðin sé bara móttækilegri fyrir því að læra. Og læra af mistökum eldri kynslóðarinnar og líka sem sagt að fara ekki í vörn leið og það er sagt að maður hefur gert eitthvað rangt af því að það gerir ekki neitt fyrir neitt en jú, ég meina þú mátt kalla það liti sko en ég held að sé líka bara þessi við gerðum það sem við gátum tilfinning sem gæti verið föst í fólki. Já, eldra fólkinu, það bara átta sig á því að það raunverulega í samskiptum sínum og bara í stofnunum sem það búið til, þá er þetta ekki að fara að leysa neitt, sko, þannig að við verum bara að treysta því að unga fólki koma að breyta þessu. Er það hugmyndin? Já, smá, en þá hugsa ég líka ég sem sagt, ég veit ekki hvað þessi persónu sagði, en ég kom sem sagt út fyrir ömmu minni sem tvíkynhneigð helgina og sem hann ekki ámar ekki segja það og ég segi henni að sjálfsögðu amma, ég skil alveg vel að þú skilur þetta ekki og þá segir hún, já ég komin á níræðisaldur og sjálfsögðu skil ég þetta ekki þannig að ég held að sé líka bara eitthvað svona að sætta sig við að maður skilur ekki hlutina sem getur þá annarkvort breyst í unga fólki reddar þessu eða yfir í ég gerði allt sem ég gat ef að það meikar einhvern sens það sem ég er að segja. Ég ef maður einhvern tímann dundaði mér það reikna þess að hlutfall erlends fólks eftir kynslóð og byggðarlögum og eitthvað svona. Og þá sérðum maður það mjög fljótlega að sá sem kannski þrítur í Reykjavík að hann að umgangast kannski það eru 30% þeirra sem að eru í Reykjavík eru innflytjendur. En ef þú ert sko 70 í Garðabænum að þá eru þau kannski bara 1%. Þannig að sömuleyti það þannig að ef þetta æfing, að eldra fólki hefur fengið miklu minni æfingu í því að umgangast fólk af erlendu bergi eins og sagt heldur en unga fólk. Algjörlega, en mér var líka að hugsa þegar við vorum að tala saman áðan að þeir hlusta ykkur tala að það rifjast upp fyrir mig saga litla stelpu og mamminar labbaði inn á henni og baði þar sem hún var að skrúpa sig bara eins fast að hún gat með sápu af því að hún vildi vera hvít. Og þegar vandamálið er komið á þann stað að lítil börn finna fyrir því af því að þetta náttúrulega þau eru lítil börn þá er það ekki gott. Já. Þetta er náttúrulega þetta út allan heim, sko, það inn í dýpstu Afríku þar sem að fólk raunverulega sér ekki hvíta manneskju, þar eru konur að sletta á sér hárið og allir að reyna að hafa sem hvítasta hörund, þannig að þetta er ótrúleg mara sem að liggur á fólki sem ekki er hvítt. Já, algjörlega. Það náttúrulega, allir fyndið, ég átti moment í síðustu viku, þar sem að það var verið að tala sko hvernig, það var að tala menningar arfleifð svartara í vestrænni menningu og það var að tala sko, verið að tala hvað við sjáum til dæmis lítið af lituðu fólki í rocktónlist, lítið af lituðu fólki í svona indie-tónlist og það kannski mest núna síðustu 10-15 árum sem hefur verið bara svona stór sprenging í lituðu fólki bara fremst á í pop-skalanum sko og það einhver tímabil í popsögunni þar sem að sagan hefur verið endurskrifuð og allir þeir sem að fengu tækifæri og fengu pening voru hvítir og maður fattar ekki að
rocktónlist, poptónlist, bluestónlist, það kemur allt bara beint frá svartri menningararfleifð. Og náttúrulega það finnir þegar maður horfir á myndbönd af Paul McCartney að tala kannski, ég var saman alltaf ég var hlustuð mikið á Little Richie, mér finnst það svo geggjum, mér langar að gera svo hann gerir. Og þannig að hann einhver maður sem hefur náttúrulega verið þarna frá upphafi og veit alveg hvaðan hann fær sitt, sko. En á sama tíma þegar ég er unglingur þá er ég að horfa á tónlist eins og, að horfa á hljónlist eins og Block Party sem er svartur Breti sem er frontmaður. Mér finnst það svo ótrúlegt, það er svo geggjaður einhver svartur gaur að spila indie tónlist þegar það er einhvern veginn okkar arfleifð, okkar menning. Og kannski ástæðan fyrir að hoppa út í þetta útfærið sem við varum að tala um sko bara hvernig við sko oft rænt frá svörtu fólki það okkar dóti, við bönnum okkur sjálfum að vera með krullað hár. Við einhvern veginn áttum okkur ekki á því að það var bara svart fólk sem bjó til rocktónlist, skilurðu. Það er alveg ástæða fyrir að Elvis er aðalkallinn en ekki gaurinn sem söngdi lögin hans, fattiði. Og allt þetta. Beatleæðið er að mörgu leyti svona The Great White Hope sem kemur og tekur sviðið þegar að sko kynslóðin þar á undan, þá voru svona svartir listamenn eiginlega ná í gegn sko, Ray Charles og Sam Cooke og fleiri. Og Beatleæðið er raunverulega The Great White Hope. Það er bara fegileiki hvíta unga fólksins að fá að hlusta á þessa músík án þess að vera að hlusta á svart fólk fremjana. Sko. En þið með ekki segja eldri bræður mínu þetta, þeir eru Beatleæðafan og þeir verða rosa reiðir ef þeir heyra þetta. Þetta líka, eins og að því þessi umræða og bara, ef við horfum á bara þessa áratugi af popkúltúr menningu, þá svona, við þurfum aðeins að fara að endurskoða þetta og þetta verður eitthvað sem ég veit ekki hvernig verið skrifað í sögubækunum heldur 100-150 ár, en það verður áhugavert að sjá hvernig við hvítþvoðum bara popkúltúr og hvernig þessi áratugi sem að popkúltúr varð til sko litast mikið af þessu og svo það sem ég minnst núna að vera svona endurreisn sko. Núna erum við fyrst að svona virkilega sem sko mannkyn að taka á móti svörtu tónlistafólki og leyfa þeim að eiga með einn spotlightið sko. Það er mín upplifun allavega. Má ég bæta henni við? Sorry. En það er líka bara mikilvægur punktur í þessu saman að sko þó að við séum á Vesturlöndum og út allan heim farin að hlusta ótrúlega mikið á tónlist eftir svart fólk og bara þessi rockstjörnurnar í dag og Beatlanir í dag er hiphopið og Beyoncé og bara hvað þetta hefur mótandi áhrif á okkur sko, þá gerir þetta okkur ekki rasistum þó að við elskum þetta og segjum Slay Queen og reynum að tala eins og svart fólk í Bandaríkjunum að það er svo langt frá því að þó að þetta séu Beatlanir þá finnst mér það kannski ekki að gera það mikið fyrir tolerans og umræðuna um rasisma sko. Eða ég veit það ekki, það þarf að gerast meira heldur en bara sjáanleiki og vinsaldir út af því að það er ennþá þetta whiteness sem er samt síðan at the end of the day best, skilurðu, í huga vestrans fólks. Ég veit ekki. Það eru við sem eru vandamálið, sko. Það er að breytast eitthvað í okkur. Ef ég má, það er eitt sem að skiptir máli líka til viðbótar við einmitt ímyndina sem að var verið að minnast á og þess að leiðrétta hvernig við tölum hlutina og hvernig við horfum á samfélagið. Annað sem skiptir líka máli og ég held að sé kannski svona þyngri spurningin í þessu líka í Bandaríkjunum núna. Það var í Minneapolis verið að leggja til og samþykkja að leggja niður lögregluna í Minneapolis og búa til eitthvað nýtt og eitthvað betra. En undirliggjandi vandamálið í því er náttúrulega þú losnar við rasismann í lögreglumönnunum í besta falli, en þú ert ennþá með það vandamál að samfélagi sem þau eru að vakta er mjög misskipt samfélag þar sem að svarta fólkið er að miklu leyti undir.
og ég held að það sama sé dálítið tilfelli á Íslandi. Eitt sem ég tók eftir þegar ég var að heimsækja hótel og tala við hótelstarfsmenn í fyrra í Reykjavík var sko að það var stéttaskipting inni á hótelinu. Það var sko fólki sem vann á gólfinu, fólki sem þreif herbergin, fólki sem eldaði matinn, fólki sem reiddi fram matinn og svo var fólkið í afgreiðslunni og fólkið í andbyrinu. Og þetta voru sem sagt Íslendingar eða Vestur-Evrópubúar í afgreiðslunni og það voru Pólverjar og það voru Tælendingar, Filippseyingar í þvottahúsinu og að þrífa herbergin og að sko skipta á rúmunum og svona. Og ég held sko þetta 1% af útlendingum sem 70 Garðbæingurinn að hitta er skúringakonan inn á húsinu hans. Og sko það alveg hægt að sko laga allar manns eigin hugmyndir sko hvernig á að orða samfélag og hvernig við eigum að tala hvert annað. En það breytir því ekki að ef þú hittir bara minnihlutahópinn í efnahagslega verri stöðu og í undirskipuðum hlutverkum, þá ertu með þennan jarðveg sem að verður svo erfitt að rækta eitthvað annað í, heldur en svona dálítið misskiptar og brenglaðar hugmyndir. Og ég held að stóra spurningin ef maður ætlar að gera eitthvað eins og að búa til nýja lögreglu í Minneapolis eða að afnema útlendingastofnun á Íslandi eða hugsa progressíft minnihlutahópa eða fólk erlendis frá eða fólk sem öðruvísi á litinn. Það hvar eru þau í samfélaginu? Hvaða hlutverk höfum við gefið þeim? Er Pólverjinn alltaf bara að alltaf pípur og smíða hús? Er ekki að það sé eitthvað verra en það þegar allur hópurinn er alltaf eitthvað svona aðeins minna en allir hinir. Þá er það svolítið erfitt að vinna sig allarleið upp úr því. Þannig að spurningin held ég ekki bara þessi orðafarsspurning og þessi nærgætnisspurning. Þetta líka spurning erum við með jafnt samfélag? Og þess vegna held ég líka að það er dálítið hættulegt. Benjamin, þú veist alveg að við erum ekki með jafnt samfélag. Nei, og það verður það sem ég ætla að segja. Það hættulega í þessu er að staða hinna verðsettu í samfélaginu á síðustu 10-15 árum, 10-20 árum, hefur versnað svona frekar bratt. Og þegar þú leggur það saman við að það eru einmitt árin þar sem útlendingar eru að koma hingað og þeir eru að fara á botninn. Þetta er frekar hættulegt kombo. Við höfum sloppið vel hingað til og við byggðum á frekar jöfnum grunni. Sögulega. En það þarf að passa þessa hlið líka mjög vel. Út af því annars erum við bara að sigla með mjög vant hráefni inn í framtíðinu. Alveg hryllilegt að það sem að lágstéttin er öfurlega tilheyrir ekki í samfélaginu og hefur ekki sömu tæki til þess að taka þátt í samfélaginu við hin út af tungumálaerfiðleikum eða bara útilokun og öðru slíku. Þetta er náttúrulega hryllilegt samfélag. Það hefur skrifað dystopíu sögur slíkt samfélag sem er og hefur verið í fæðingu í Íslandi. Þetta er Sviss svona annað dæmi, það sem maður finnur deila bara þegar maður lappar göturnar hvað þetta er skipt að þeir sem þrífa göturnar eða þjónustaði og veitingastofunum, það eru allt útlendingar á meðan að Svisslendingarnir svona fljóta ofan á þjónustu þeirra. Við sjáum þetta líka í bandarísku bíómyndum þar sem eru Mexikanar að slá flötina fyrir utan húsið á fólki og mexikansk fóstra sem elur börnin og það er utan. Mér langar að spyrja ungt fólk. Nú höfum við aðeins rætt það hvað er ólík upplifun ungs fólks á samfélaginu eða eldra fólks. Það hefur komið fram mikil efnahagslegu munur á stöðu ungs fólks í dag og kannski efnahagslegri stöðu foreldranna, svona hlutfallslega við aðra hópa. Það hefur komið fram að ungt fólk er mikið til jaðarsett á húsnæðismarkaði. Það eru aðeins þeir sem eiga efnaðir í foreldra sem eiga efna á að kaupa sér sem er eiginlega eina leiðin til þess að losna við að húsnæðismarkaðurinn sé að mörkurðu lífið. Ungt fólk er frekar jaðarsett á vinnumarkaði. Það kemur í ljós við COVID að það eru hlutfallslega mikið ungu fólki sem hefur starfað í list og menningu og öðru slíku sem er síður tryggt, er frekar með verktakagreiðslu og slíkt. Það hefur líka komið fram að afstaða í kosningum eins og frægt er, Trump og Brexit, að það er algjör klofningur á milli kynslóðanna í afstöðu til samfélagsins. Upplifið þið að þið sem ungt fólk búið í svona samfélagi hinna? Má ég spyrja því?
eða upplifið að þetta sé ykkar samfélag og þið eigi bara að bíða eftir því að hinn svona skiljiði af sér og þið fáið erfið góssið eða upplifið svona útilokun eða kannistu við það í ykkar svona kynslóð að svona jaðarsetningu ungs fólks að þið séu ekki áörpuð þegar vera að taka ákvarðanir eða velta fyrir sér málum, að þið séu ekki kölluð á borðinu til að taka ákvarðanir, að það sé ekki hlustað á okkur og ekki gert ráð fyrir. Hver vil þetta? Þetta svona hlussa, sko. Til hlussa. Sko, já, ég held að það getur margt tekið undir þetta. Ég sjálfur hef bara verið í ákveðin forréttindastöðu sem tónlistarmaður og svona, þannig ég get ekki tekið undir þetta út frá mér en ég sé þetta samt hjá mörgum í kringum mig, sko. Já, má ég bæta við? Já, ég er svona eitthvað að hugsa mjög mikið þetta þegar ég fylgist með fólki í kringum mig kaupa sér íbúðir og eitthvað og mér finnst það alltaf tengjast í svolítið svona, þú veist, hvort að foreldræðinir séu húsnæðiseigendur og hvaða efnahagsstöðu foreldræðinir eru í og ég held að setja svolítið tóninn þinn út í lífið, þú veist, að þú elst upp við fátækt, að þú veist, fátækt er bara sest á sálina þína og gerir þig að þú veist, prógrammar einhvern veginn heila en þú hugsar ekki eins og aðrir. Þú veist, að þú ert vanur því að eiga ekki pening og bara svona afstæðin gagnvart, og ég bara tala út frá eigin reynslu, sko, ég er ekki að reyna að tala fyrir einhvern hóp, ég er bara að tala bara mitt uppeldi og minn reynsluheim og þarna, það er svona, ef við erum að búa til kynslóð af fólki sem að elst upp í fátækt og ég veit alveg að þú veist, afi minn ólst upp í fátækt, þannig að hann líka þú veist, örugglega nett traumatiseraður og við erum með kynslóð af gömlu fólki sem að þú veist, er vant í að hamstra og eitthvað, bara út af því að upplifa seinni heimsstyrjöldina og kreppu og eitthvað. En þú veist, í varðandi okkur og húsnæðismarkaðinn og mína kynslóð, þá bara svona veit ég að þeir sem að eiga ríka foreldra eru heppnir, geta keypt sér hús og ég sé ekki, eitthvað svona, ég get ekki einu svona ímynda mér mómenti þar sem að ég mun geta keypt mér hús og ég veit ekki hvort ég er að vera svartsýn eða hvort að þetta sé raunsæ eða hvort að ég hef bara verið prógrammerið öðruvísi heldur en næsta manneskja. Þú veist, ég veit ekki hvort að þetta sé út af því ég valdi að verða listamaður eða hvort ég bara farið svona illa með peninga en þetta er bara það sem að þú veist, fólk sem elst upp í fátækt mun aldrei geta svarað bara hvað er ég og persónuleiki minn og hvað er þarna PTSD eftir að hafa alist uppi, þú veist, bara til dæmis kreppan 2008, skilurðu, þá bara misti fjölskylda mín húsið. Og ég veit ekki hversu stór hópur við erum að, þú veist, minni kynslóð, en bara svona eitthvað, þú veist, já, ég veit það ekki. Ég bara svona, þú lítur á það að eigið húsnæði standi þér og vil ekki til boða? Já, það þyrfti eitthvað svona kraftaverk að gerast, skilurðu, til þess að ég sjálf væri að fara að skrifa undir eitthvað samning. En þú veist, það gæti verið bara vitleysa í mér, en þetta er bara svona, þú veist, þetta er bara það sem er sko fólk í forréttindastöðu, fólk sem á peninga áttar sig ekki á því að stærsti lúxusin þeirra og mestu forréttindi þeirra eru að, þú veist, allar sálrænu áhyggjurnar sem fylgja fátækt, það hrjáði ekki, skilurðu. Já. Kristbjörg Eva, skynjar þú svona stéttarstöðu þinna jafnaldra? Já, algjörlega og mér langar líka að taka undir það sem Lóa sagði. Mér finnst líka að vera svo mikið pressa einhvern veginn frá bara svona samfélaginu að okkar hópur sem einmitt elst upp við fátækt að þetta er eitthvað sem við þurfum að gera, annars erum við bara ekki, þú veist, einstaklingar í þessu samfélagi, ef við erum ekki byrjað að stofna fyrir íbúð akkurat núna og koma með einhverja milljónir í banka, þá erum við bara ekki að gera gott í þessu samfélagi og það er ekki allir sem hafa ríka foreldra og þessi forréttindi og geta bara spurt pappa sinn 1 milljón eða eitthvað svoleiðis og ég held það verði bara einmitt að fara rosalega varlega hvernig það er talað einmitt þetta
þennan húsnæðismarkað hversu erfitt hann leggst á ákveðna hópa og líka bara hópar sem eru á leigumarkaðinum og eitthvað svona. Eru þau eitthvað verri af því þau hafa ekki náð að safna fyrir sinni eigin íbúð? Og já. Já, þetta mér finnst oft þegar maður er að tala við yngra fólk, að það raunverulega miklu auðveldara með að skilja svona stéttarmun, til dæmis út af stöðun húsnæðismarkaði. Það er svo augljóst að það eru þeir sem að koma efnari fjölskyldu sem að þú veist að fátækt erfist, það er svo augljóst, það er ekki frá því. Heldur en til dæmis fólk sem er miðaldra og það er eldra sem er oft með svona einhverja blindu gagnvart gamla Íslandi þar sem átti ekki að vera stéttarmunur. Jóhanna, greinir þú stéttarmun í svona þinni kynslóð? Já, klárlega. Það er líka mjög mikið með Ísland þessi tengsl sem maður þarf að hafa. En eins og ég var bara að hugsa að því að fyrir ekki að ég sé að snúa út úr eða ekki, en með eitthvað þessu íbúð, ég var að sjá tölur frá SAÍ sem ég veit ekki hvort það hefur verið komið í dag eða aðeins fyrr, en það er allavega 38,9% stúdenta sem eru ennþá atvinnulausir. Síðasta könnun var gerð í apríl langar með að segja og þá er 40%, sem er líka bara klárt dæmi hvernig það er ekki ennþá hlustað á ungt fólk eða ungt fólk ekki gefið það sem á að fá. Við erum, en varðandi stéttaskiptinguna, ég persónulega elst upp í Vesturbænum. Ég er bara með mjög lítinn hring, þannig að ég geti ekki svarað þessari spurningu af því að ég persónulega, ég sjálf hef aldrei farið það langt út fyrir minn þægindarama að ég geti sagst hafa upplifað stéttaskiptingu. En atvinnuleysi, 38% atvinnuleysismeðal nema, að það náttúrulega mun bitna verst á þeim fjölskyldum sem ekki hafa, eða þeim nemendum sem ekki hafa fjárhagslega bakhjarl í fjölskyldu sínu sem að hugsanlega gætu einhvern veginn fleytt fólkinu yfir það. Þeir sem koma verðnestaðir eða eiga fjölskyldur sem eru fjárhagslega veikari, að þetta getur bara þýtt að fólk verður hætt í námi. Já, og það er líka, sérstaklega eftir COVID, þá er búist mjög mikið við því að brottfall muni hækka gríðarlega og það er nú þegar hæsta brottfall úr framhaldsskólum af öllum Norðurlöndum á Íslandi. Þannig að það verður erfitt að sjá þessa tölur hækka og sérstaklega þessir áhættuhópar sem nú þegar þurfa kannski aðeins meira, ég veit ekki, aðhald. Það er hver er að hugsa þá núna, hver er að halda þetta þannig hóp núna þegar að það er klippt á öll samskipti milli skóla og nemenda. Það er spurning, hver er að sjá það? Það er það eru kynntar svona almennar aðgerðir sem eiga að aðstoða samfélagið að komast í gegnum kreppuna. Þær eru almennar og þannig það er alltaf svona 10, 20, 30% sem að hjálpin dugar ekki, Einmitt, og til dæmis þar sem það er nú mitt sérsvið í málefnum nemenda, þá eru nemendar oftast ekki hagsmunar aðilar eigin náms, heldur er litið fyrst til kennara og stofnanana og síðan til nemenda. En eitt sem að gerist við upplýstin í Bandaríkjunum, það sést allt þetta fólk út á götu, út af hörmulegum atburðum. Þetta er svona blendar tilfinningar, bæði fyllist með sorg að sjá þetta, en svo er líka von í þessu. Þegar við erum að tala við sem að lifa áhugaverða tíma og þá er þetta spurningin, mun faraldurinn og kreppan og uppreisnin leiða til þess að við fáum bara verra samfélagi í hausinn, eða eru við að fá eitthvað betra? Finnið þið til vonar? Sjáu þið von? Einhver leyti. Já, einhver leyti. Mér fannst til dæmis að því bara að tala von, því mér fannst samstöðu mótmælin á Austurvelli, mér fannst þau frábært. Mér fannst það bara frábært og ég held að þeir sem hafa kannski svona verið að fylgjast með svona svipuðum samstöðu mótmælum, ég held að það komið mörgum ávart hversu góð mætingar var og hversu góð hlustun það hafa verið.
Ég held að Íslands samfélag vilji, ég held að meirihluti Íslendinga vilji taka þessa umræðu. Það er minn skilningur á mínum echo chamber að fólk vilji taka þessa umræðu og vilji verða betra, sko. Við erum menntað samfélag og ég held að átti sig flestir á því að við verðum að taka að halda vel í taumana núna. En í Bandaríkjunum þá veltum við svolítið fyrir sig, sko, óvinur hefur ekki ennþá sýnt sig. Það eru mótmæli við þessu, það er samstaða, en andstæðingurinn, þú veist, fyrir utan Trump að labba og halda á biblíu, og hefur andstæðingurinn ekki sýnt sig. Þannig að það fylgir svo líka svolítið svona kvíði að bíða eftir því að þegar hann rís upp andstæðingurinn, þá kannski kemur í ljós að það ekkert allir sem vilja hætta að vera rasistar í Bandaríkjunum. Það bara ekkert þannig. Ég held að þetta andstæðingur sé bara Trump, sko. Ég held að hann hafi, sko, það sé ein stærsta bylgja af white supremacy sem að munu koma fram á næstu 10, 20, 30 árum. Ég held að Trump sé bara ákveðin toppur þar, sko. Endakallinn í töluleik. Já, ég held að ég skil það svo að segja, sko, með að andstæðingur kannski ekki alveg sýnt sig í þessu mótmælum, en ég held að Trump sé eitt stærsta moment svona í réttindabaráttu í Bandaríkjunum, í réttindabaráttu svartra og svona þessari white supremacy sögu Bandaríkjanna. Ég held að Trump sé eitt svona risa moment og svo gengur hann bara fram á fólki og ég vona að þetta hjaðna aðeins eftir hann, sko. Benjamin, má ég spyrja þig, sérðu von? Erum við á tímamótum sem að munu færa okkur betri heim, ekki kannski fullkomin heim, en betri heim? Það er náttúrulega, sko, viðbröðin við þessu morði á George Floyd voru sko af svona stofnanahliðinni. Það fer ekki mikið fyrir því í umræðinu kannski á eftir, en þau eru miklu sneggri og meira afgerandi heldur en hafa verið í til dæmis Garner-málinu fyrir kannski svona 5-6 árum síðan. Það er eins og mjög margir hafi lært í millitíðinni. Fólk lærir hratt en stofnanir læra hægt og það er næstum eins og einhverjir af þeim hafi lært, en á meðan hefur náttúrulega samfélagið hækkað kröfurnar sínar. Við bara búumst ekki við því lengur að svartir menn verði drepnir í Bandaríkjunum og okkur finnst það ekki nóg að löggurnar séu reknar og ákærðar fyrir morð og það er svona rétt tæplega nóg að það eigi að leggja niður lögregluna í Minneapolis. Þannig að það er, sko, það hefur eitthvað gerst þarna og það er, sko, þetta er svona samfélag, gott samfélag sem hefur sko náð að hrista að einhverju leyti af sér vond tak. En upp á vonina að gera, það er einhverju leyti, sko, jákvætt merki að það sé staðan. Ég held samt að stóra sko, eins og ég myndist á áðan, sko, stóru spurningarna fyrir bandarískt samfélag eru ekki bara í orðræðu sem er mjög langt komin. Fólk virðist, sko, þeir sem ekki búin að læra það núna, ég veit ekki hvort það sé mikil von fyrir þau. Og það fólk held ég ekki að sýna sig á götum núna vegna þess að sko, þau hafa sinn fulltrúa í Hvíta húsinu. Black Lives Matter bylgjan er sterk núna, miklu sterkari en hún var undir Obama vegna þess að fólk veit að það hefur engan fulltrúa í Hvíta húsinu. Fólki sem hatar Black Lives Matter, þau eru með fulltrúa í Hvíta húsinu og þurfi ekki að fara út á göturnar. Þannig að þau átökur ekki komin fram. En ég upp á sko framtíðina held ég að það sem skiptir mestu máli sé bara sko efnahagslegt og samfélagslegt uppgjör af miklu dýpri sort heldur en þetta. Og það að þú breytir lögreglunni og takir út rasistana, það er skref, jákvætt skref, en það er sama skref eins og orðræðan á Íslandi er skref. Það svarar ekki spurningunni mun í framtíðinni svart fólk áfram vera fátækur hópur og eitt sá fátækasti í landinu. Og ef hann verður það, er þá, þú veist, með ónýtt heilbrigðiskerfi, ónýtt velferðarkerfi, er einhver leið þá til þess að hafa ekki einhver samfélagsleg vandamál tengd því sem að fólk mun einhver tíman að sjálfsögðu enda á að reyna að leysa með lögum og reglu frekar heldur en félagslegum umbótum. Þannig þú veist, spurningunni er ósvarað hvort að þetta sé vonarmoment vegna þess að svörin sem hafa komið rista ekki það djúpt enn. Nú að þú lýstir félagslega óréttlæti sem að þú ólst upp við og byggnaði á fjölskylduðinni. Hefurðu trú á því að við sem að fara að verði meira réttlæti í næstu áratugum?
Eru þið á réttri leið? Ekki... Eða eru hinnir alltaf að vinna? Hinnir bara að vinna alltaf? Sko, ekki meðan að við viðhöldum þessum vítarhinga að það eigi alltaf að vera til einhver fátækur. Það eitthvað svona hugmyndafræði í samfélaginu sem mjög ríkjandi að fátækt sé sjálfskipuð og hún sé sanngjörn og réttlát niðurstaða í efnahagskerfinu. Og já, okkur finnst alltaf lægi að, þú veist, það eigi alltaf bara að sjá sig, skilja ég hvað ég við, og þess þangað til að svona, við getum einhvern veginn debunkað þessa kenningu að einhver eigi að vera fátækur, að einhver gerði eitthvað til þess að eiga það skilið. En svo líka bara annað sem ég kom ekki inn á áðan sem þú veist, þessi relatífa fátækt að þú veist kannski ekki nærrið í slæmri stöðu og einhver annars þar í heiminum en það bara rosalega sterk millistéttina. Þú veist, og við erum kannski með fullt af dóti covered fyrir ógeðslega stóran hóp í samfélaginu. Þú veist, við erum með kannski alveg ágætlega sanngjarnt samfélag en á sama tíma erum við líka bara það sem að, þú veist, fátækt fólk í samfélaginu ber sig saman við eitthvað svona lífsgæði, mikið af fólki af erlendu bergi, svo samt líka bara venjulegir Íslendingar. Þannig að þangað til að okkur hættir að finnast það sanngjarnt að einhver sé fátækur, þá veit ég ekki hversu miklu við getum breytt, sko. En þetta bara eitthvað pæling sem ég með og ég sé fullt af fólki eitthvað svona viðhafa þessa orðræðu, kannski aðalega eitthvað svona hægri menn á samfélagsmiðlum og í pistlum í fréttablöðum, skilurðu, að þú veist, láglaunakonur hjá Eflingu eigi ekki fá hærri laun út af því að þú veist, það eiga bara ekki að vera hærri launum, skilurðu. Kristbjörg, Eva, þú sagði mér einu sinni að á fjölskylduðinni þar sem að barátta fyrir réttlátu samfélagi fléttuð inn í svona þína fjölskyldusögu. Er þetta linnulaus barátta eða getum við vænst þess að sjá svona einhvern árangur og réttlátra samfélagi bara fljótlega ef við vöknum öll eða er andstæðingurinn alltaf að styrkja sig þarna hinum megin? Já, þetta er góð spurning en sem svo Lói sagði leið og við sjáum að hversu óréttlátt það er að ákveðnir einstaklingar bara eiga skilið að vera undir fátækt þá er mjög lítið að fara að breytast vegna þess að það er ákveðið fólk sem heldur þessu fólki niðri og það er fólki sem hefur aldrei upplifað fátækt að eigin skinni, hefur aldrei þurft að vera í aðstæðum þar sem þeir hvort þeir vilja fá mat fyrir vikuna eða bara, borða ekki neitt. Og ég held það að bara fólk sem hefur aldrei upplifað svona erfiða reynslu, það mun aldrei skilja þetta fólk sem virkilega þarf á aðstöðuna að halda og þarf á þessari hvatningu að halda með því að fá stærri laun og hjálpa þessum hópi sem er svo viðkvæmur. Mér finnst það svo óskiljulegt hvers vegna eins og bara á Alþingi það er bara fólk að representa okkur sem hefur aldrei lent í neinni erfiðri efnahagslegri stöðu eða neitt svoleiðis. Ég get ekki litið upp til Bjarna Ben, hann og ég erum ekki í sambærilegri stöðu eitthvað svona. Ég held ekki að hann geti hjálpað mér og minni fjölskyldu út úr fátækt eða eitthvað svoleiðis. Mér finnst bara fólki sem er að representa okkur hérna á Íslandi vera bara alls ekki tengd við raunveruleikann sem er á sér stað hérna á Íslandi. Og leið og það breytist eitthvað þar, þá gæti mögulega orðið eitthvað betra samfélag. Jóhanna, þetta er bara leiftur snöggt, sko. Bara svona vonarglæta, sko, sem ég sá núna á síðustu mánuðum var, tengist einmitt því sem að Lóa og Kristbjörg voru að minnast á, að sko þegar að Efling hafði orðað kröfur láglaunakvenna, sko, í vetur áramótin og þegar var byrjað að rífast þær og það komu háværar raddir vissulega frá hægri mönnum eins og þú veist, Degi Bjeggertsinni að það þyrfti að þetta væri kannski ekki gerlegt eða eitthvað þannig. Það var alveg afgerandi stuðningur við þetta allan tímann. Það var afgerandi stuðningur við kröfur láglaunakvenna. Ég held að sko vandamálið er ekki, þetta tengist enn og aftur orðræðinni, sko. Ég held að samfélagið er gott, sko. Samfélagið er heilbrigt, gott, lærir hratt
og á Íslandi alveg, sko, það mjög næmt á Íslandi finnst mér með við önnur lönd fyrir því að það sé bent á eitthvað og komið svona hópefli stemmingum að laga það. Það komið svona mjög snarpar bylgjur af þessu á Íslandi. En sko spurningin síðan eftirfylgnin, að það verði þá einhverja breytingar á bakvið eins og til dæmis að láglaunakonur í Eflingu sem hafa enn ekki fengið réttmætan skerf þrátt fyrir þessa leiðréttingu sem það fengu í vor. Það eftirfylgnin sem að sko við þurfum að hugsa. En ég held að samfélagið sé alveg á góðum nótum. Jóhanna, þú bara hoppið inn á þessu nótum, sko, eins og Sólveig, ég held þessi í fyrsta skipti sem að ég sé einhvern á Íslandi með völd sem hefur raunverulega upplifað fátækt og getur raunverulega miðlað einhverja áfram. Það enginn á Alþingi sem maður hefur upplifað fátækt nema kannski flokkur fólksins sem kemur inn nýlega og maður hefur auðvitað ákveðna sympatíu með þeirra málstað sé oft mjög gallaður og byggður á nánast bara kynþáttahatri xenófóbíu en algjörlega það vantar bara fólki sem að skrifa reglurnar og finna úrræði fyrir fátækt fólk hafi raunverulega upplifað fátækt. Já, þegar ég var ungur þá var á þingi Aðalheiður Bjarnhéðinsdóttir, hún var fátækona. Hún var formaður sóknar eins og Sólveig Anna raunverulega í dag. Hún formaður verkefnisfélags sem sóknar inn í. Og Aðalheiður kemur fram í söguninni sem að tengdamamma mín skrifaði. Það kemur fram að hún var svo fátæk að hún fór ekki fram úr í heilt ár þegar hún var barn. Og þá ég þekki nú mömmu þína, Jóhanna, hún sömu kynslóð og ég, og þá var við höfðum þessa fyrirmynd fyrir framan okkur. Og það sem að varandi vonina svona, þá langar við að spyrja heldurðu að horfið þú vonaraugum, upplifurðu að samfélagið sem að þú muni lífa í, að verði betra og réttlátara? Eða sérðu fyrir þér baráttu eða sérðu fyrir jafnvel að þetta bara... Ég sé allavega fram að öll kerfi falla einhvern tímann. Það hefur bara sýnt sig aftur og aftur gegnum söguna að það gerist og það mun gerast aftur. Þannig að ég veit ekki, það verður öðruvísi en já, ég veit ekki hvort það sé hægt að segja að verði eins gott og það getur mögulega einhvern tímann verið það því að það mun alltaf vera einhver kerfisgalli. En já. Kerfi munu falla. Við höfum það lokaorðin, setjum komið höldum áfram að ræða okkar áhugaverðu tíma annað kvöld klukkan 8 við Rauðaborðið. En ég þakka ykkur kærlega fyrir sem hafa sittið í kvöld, Jóhanna Steina Matthíasdóttir, Kristbjörg Eva Andersen Ramos, Lóa Björk Björnsdóttir, Benjamin Júlían og Logi Petrú Stefánsson. Takk ykkur kærlega fyrir, það mjög áhugavert fyrir mig sem gamla kall að sitta og hlusta við ykkur. Privilege. Það eins og komið fram að maður á svolítið að gæta að því hjá hverjum hvernig maður hittir, hvernig maður talar við og það góð regla að reyna helst að tala sem mest við fólk sem ólíkast manni sjálfum. Það hjálpar manni til að skilja flóknari heim. Maður fær mjög einfeldningslega hugmynd af heiminu sem maður lifir í að maður er alltaf að tala við sjálfum sig. En ég þakka ykkur aftur kærlega fyrir og hlustendum fyrir að hlusta og svo sjáumst við bara aftur annað kvöld. Góða nótt.